Já, hafið þið einhvern tímann lent í því að vera að leita að einhverjum hlut og hann kannski bara beint fyrir framan ykkur og þið sjáuð hann ekki. Já. Og manni dettur í hug þarna setningin sem stendur í ritningunni sjáandi sjá þeir ekki. Og það svo ótrúlega, sonur minn, hann gisti hjá okkur í nótt, yngsti, hann keyrir svona rosastóra bíl, svona 60 manna rútu. Og við vorum að stilla flaggstöngina svo vinur okkar geti séð hvað við ættum heima. Settum ljósa svona sjóna. Og svo fórum við bara inn og rétt og eftir kemur Hlynur inn og ég sagði, hvað, ertu komin? Já, sástu mig ekki? Ég ætti nú að vera minn í bíl, sagði hann og hlóa mér. Ég sá ekki rútuna, en kannski. Og eins var ég að leita að einhverjum hlut, svona dollu og ég var að spyrja konna, hvar geti þessi dolla verið? Hún var svona alveg lóa stór. Svo þegar ég fór næstin á baðherbergið þá var hún þar bara, já, veitu hvernig gat ég ekki séð hana. En það var svona árið sem ég fæddist, svona 1950, þá var náttúrulega járntjaldið og það var hættulegt að fara með biblíur eða kristna fræðslu inn fyrir járntjaldið austur í Sovétríkjunum og víðar. Það gat kosta bara fangavist í Síberíu eða þú myndi bara hverfa. Og ákveðnum manni, hann hét Dutch að eftirnafni, honum var sagt að bara gleyma þessu, hann langaði að fara með biblíur austur fyrir járntjald. Og já, hann var hérna fyrirgefið í Dutch, hann hét ekki Dutch, hann var hollendingur en hann hét Andrew. Hann sem sagt ætlaði að fara með biblíu austur fyrir járntjald og þeir sögðu gleymdu því, það ekki hægt. Hann fyllti samt aftursætið í bílum svo að þá leið og kíktir inn gluggan á bílum þá var fullt aftursætið af biblíum. Og ekkert, veist, þetta var ekkert bíl sem hægt var að fela neitt í, þetta var svona lítil Volkswagen bjalla. Og þegar hann kom að landamærunum þá voru verðirnir, þeir voru bókstaflega að taka bíla í sundur og líta inn í brettin og undirsætin og hvar sem það var bara bílarnir voru kemdir svo það fór ekkert fram hjá þeim. En Andrew gerði svolítið sem að okkur dytti kannski aldrei í huga að gera. Hann sagði, faðir, þú gerðir blind augu sjáandi. Nú ætla ég að biðja þig að gera sjáandi augu blind. Svo kom hann að línunni og það var horft inn í bílinn og svo máttu bara fara. Inn fór hann. Þeir sá ekki neitt, þeir sá enga einustu bók í aftursætinu greinilega. Og þá vissi Andrew að þetta var ekki að gera hann að hetju, heldur var hann orðinn trúverðugur og trúfastur þjónn Guðs. Svo hann hélt áfram að fara inn fyrir landamærin í áratugi, hugsið ykkur, árum saman. Ekki til þess að vera kærulaus eða djarfur, heldur til þess að sanna það að þegar Guð vill að orð hans komist áfram í gegnum veggi eða yfir veggi, í landamæri, hvert sem þá gerist það. Hann gerði aftur og aftur og aftur verðina steinblinda. Þetta var orðið ykkur í dag.